Norðlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi. Áhugi almennings á hjólreiðum hefur aukist ár frá ári. Hjólreiðafélag Akureyrar stendur fyrir æfingum fyrir alla og heldur auk þess nokkur mót á hverju ári. Nýverið var haldið 4 ganga mót sem var liður í hjólreiðahelgi veitingahússins Greifans á Akureyri. Eins og nafni gefur til kynna var hjólað í gegnum jarðgöng, strákagöng, 2 héðisverðargöng og múlagöng og þaðan til Akureyrar. Þetta svona eitt af okkar stærstu mótum. Þetta mót hluti af hjólreiðahelgi Greifans sem svona fögnuður hjá hjólurum á Íslandi. Þeim finnst gaman að koma hingað norður og eyða einni helgi saman, hvort sem götuhjólarar eða fjallahjólarar og börn. Og þetta svona fyrsta móti á þessari hjólreiðahelgi og hefur verið bara býsna vinsælt undanfarin ár. En eins og alltaf þá spilar náttúrulega veðurfar á Íslandi svolítið inn í og í ár vorum við frekar óheppin með veðurspá með hvernig veðrið hefði verið helginu undan en fengum samt 90 þátttakendur sem að mér finnst í rauninni bara frábært. Að hjóla í gegnum göng, það svolítið sérstakt hérna á Íslandi mitt ákvæmst? Já, það er það. Þetta náttúrulega ekki á mörgum stöðum á landinu þar sem eru svona mörg göng og hvergi. Og svo fáum við bráðum 5. göngin líka vonandi, þannig að þetta er mjög sérstakt og götuhjólurum finnst þetta svolítið gaman að þessu af því að þetta náttúrulega þú kemur inn í göng þar sem allt í einu ef vindur, allt í einu bara komin logn. Það er oft mikill hitamunur líka, þú fer kannski úr glampandi sól og miklum hita inn í ísköld göngin og verður kalt og svo þetta svona ýmislegt trikki að þau geta verið hál og það er ýmislegt sem þarf að varast, þannig að þetta svona gefur þessari leið svona þetta sérkenni að bjóða upp á fjölbreyttari aðstöður en víða annars staðar. En þeir hjólarar sem að taka þátt í slíkri keppni, hvað með útbúnaðinn? Þetta náttúrulega bara eins og í öðru sporti að menn eru mislangt komnir. Sumir svona eins og þetta 4 ganga mót hluti af bikarmóti HRI, Hjólreiðasambandi Íslands. Og þar af leiðandi eru margir okkar bestu hjólreiðamönnum, götuhjólreiðamönnum að mæta í þetta mót. Og búnaðurinn á þeim náttúrulega bara orðinn eins og hjá atvinnumönnum að þeirra hjól kosti ekki einhverja 100.000 krónur, þeirra hjól kosti orðið milljónir og fatnaður og annað alveg frábært sko, en svo náttúrulega almenningur hjóli í þessu líka og það eru menn bara á sínum hjólu sem þeir eiga en auðvitað skiptir þetta allt saman máli og þetta er eins og með annað að með hjólreiðar er eins og annað að það er óþægilegt að fara á skíði í gallabuxum og þú vilt svona fatnaður skiptir máli og það er eins í hjólasportinu. Þar viltu vera svona í liprum og þægilegum fatnaði sem að tekur ekki á sig mikið vind og svona ýmislegt fleira og svo náttúrulega verða öryggismálin að vera í lagi eins og hjálmur og gleraugu og ekki verra að vera með góða vettlinga og í góðum skóm. Maður sér það á þessum keppnum að það er það að leggja meira og meira í þær, til dæmis endamarkið. Já, það er bara að fara að leggja sem betur fer hefur svona þróunin og umræðan verið þannig að það er svona farið að leggja bara meira og meira í keppnina alla. Þetta er eins og með aðra íþróttir að það verða slys og það er alltaf verið að reyna að fyrirbyggja að það gerist. Og Hjólreiðafélag Akureyrar lagði mikið metnað í það í ár og að hafa öryggismálin í lagi og þá sérstaklega í endamarkinu þar sem að hraðinn og hasarinn er oft mikill þegar menn eru að takast á síðustu sæti og þar sem að sekúndubrotin skipta máli. En hvað með að loka götum þegar er verið að halda slík mót? Við höfum svona verið að vinna í því með bæjaryfirvöldum og vegagerðin og fleirum að tegja okkur alltaf lengri og lengri í því. Þetta væri náttúrulega best að væri hægt á meðan svona keppni að væri hægt að loka vegum og götum alveg. Svona keppni tekur yfirleitt svona það 3 klukkutíma og við erum svo sem ekki að tala lengri tíma en það en auðvitað vitum við það á landi eins og Íslandi að það er ekki gerlegt. Það er ekki hægt að
bjóða fólki upp á margar hjáleiðir á leiðinni Siglufjörður til Akureyrar og þannig við gerum okkur grein fyrir því að það náttúrulega ómögulegt en eins og hérna kannski í bænum, þar mættu kannski svona Vegagerðin og bæjaryfirvöld svona aðeins bara og eru farin að hugsa það með okkur að kannski bjóða upp á það að loka til dæmis Hjalteyrargötunni og Drottningabrautinni í þessa 2 tíma meðan þetta stendur yfir og hjálpa til með hjáleiðir á meðan. Því að það myndi náttúrulega auka öryggi hjólreiðamanna gríðarlega og gera þessa keppni ennþá meira spennandi. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.